Það ekki enn komin desember. Þannig að við munum ekki gera jólaþátt. Þó Úlfur vildi það, þess vegna verður hann ekki þættum. Held saman með Magga. Spilum stefið. Já, velkomin í Karlakóan. Maggi, hæ Maggi. Hæ Úlfur. Ég heiti Úlfur. Nei, ég leka. Ég veit þetta var mjög nálægt, þetta var mjög líkt þeim. Ég að segja hvað Já. Sko, Úlfur gamli. Það reyndar að sko byrja fyrst útskriðum og gera. Já, það Maggi spæði því. Já, það var ekki hægt að taka upp á sunnudeginum. Nei. Þetta var einu tími sem var laus. Já, það rétt sko. Og Úlfur, hann heitir karate. Karate. MMA íþróttunum. Já, hann æfir það nú. Hann æfir þá og hann einmitt núna æfingu og að sparka einhvern fyrsta pækking í smettið. Já, þannig að Ég breytar hann bara komst í miður ekki. Maggi, hann þurfti til að koma. Kom ekki. Nei, hann sagðist fara til Nei, hann kominn, drengurinn. Ég held að hann myndi aldrei koma til Oh my god, hann kominn? Það var að byrja frá nýtt eða? Nei. Eina myndu? Nei, það byrja frá nýtt. Nei, Maggi, það Ég hætti bara að koma þeim hljóði. Magnús, þú ættir að mæta hvað fyrir hálftíma? Nei, veit ég bara ætlaði að koma en ég ákvað að fara. Hvað ætlaði ég bara ekki að koma svo segir það eitthvað ekki frá því? Með síminn á bakkastæðinu. Já, þú getur bara talað bara við Rónan á Laugaveginn og svo bara heima en stundu símaðan. Ég sá náttúrulega 2 Róna sko þegar ég var að labba hérna. Brjálað, ég var aldrei sér hann aður. Nei. Bara í dýrgarðinu. Ég miður. En já, Maggi, við vorum að fara að byrja sögunni af hverju þú ert ekki hérna. Hann var að fara að spila Minecraft og lætur ekkert vita af sér. Men nú þurfum við bara að fresta henni þangað til seinna. Þegar þú ert að spila Minecraft. Já. En þarna Við vorum að spila en það var eitthvað lengi eftir. Það er ekki. Það er ekki þannig. Það var ekkert mjög mikið í þessu nýja update, sko. Það var bara Hann var að fara í karate. Já, síðan fór hann í karate klukkan 5. 5. Update kom klukkan 4, sko. Já. Og sagður þá bara, ég ætla að flytja mér í Karlakóan og hvað? Nei, ég fór fyrst heim. Já. Það fór mér að borða. En ég fekk mér ekkert. Og hljóðst ekki símaninn þess þá. Nei, ég var ekki það lengi. Það 30. nóvember í dag og til þess að þá vegna Karlakóan margir þegja að við séum með renndu hugmyndum, hann kom að langa þagnar og svona, þannig að ég, eða 2021, en þannig að ég ákvað að skrifa nú lista. Já. Fyrir nokkur umræðefni. Ég gleymd honum, þannig ég bara með hann hérna í símanum mínum. Þú veist að helvitis gleimunum alltaf. Já. Þannig að ég bara með hann hérna. Helvitis sósílisti. Já. Og þannig að, já. Það svo merkilegt við Karlakóan. Já. Hvernig við bara erum svo óskipulagðir, samt kemur allavega eitthvað út úr. Ég skellti á afa minn í dag. Æja, Skelltur hann frá? Nei, ég var að tala um síma. Ó, ok. Ég var ekki að einu með hurði eitthvað. Hvað ég að við ættum að hata þig. Hvað var? Nei, það er bara að ég var í píanótíma. Já. Og Ekki núna. Nei, ég svaraði það ekki eins og ég bara skellt á strax. Maggi, hvað er að gera? Maggi, Róaði þig. Maggi. Heldur ég get bara ekki síma bara. Já, það er bara að tjekka umræðefnum til að Maggi, hvað, þetta er umræðinu sem hann skrifa, hann er bara að Þetta er bara hugmyndir sem ég er með. Þetta er oftast ekki eitthvað, þetta er oftast þegar maður skrifa umræðinu þá er maður ekki með eitthvað svona, það gerst eitthvað Magga daginn, það er oftast ekki þannig. Nei, veit ég. Já. Já, en hvað, og ég kom með þetta. Já, endilega. Mér bara dætti í hugum svona sögum, það er alltaf verið að, ég er svolítið missi tvíða. Það er alltaf verið að segja eitthvað svona í króninni, þessi Vala Kristín sem var alltaf ekki gleyma verðinu. Ekki gleyma verðinu. Og tvíðaðu þau voru að tala um svona hver í óskúru myndi bara gleyma vörunum sínu. Já, ok, ég er búin að borga og bara fer ég út. Og svo kemur maður heimina, maður býr út í Garðabænum með því líki sjálfsæðsálftar. Og maður bara fakkar frat, ég glimti brauðinu í bónus. Já, þá, þetta er ekki mjög merkileg sem þá meðan ég eftirskipti, ég bara glimti vörunum bara. Glimti ég mér. Fór í því búð, glimti, já. Hvað, ég segja sögu eða? Já, sögu. Já, ok, þetta var þannig. Þetta var sem sagt sumar 2020. Ég ætlaði að fara í
í strætó til Selfossar vegna þess að fjölskylda mín og þar Það glemdir þú svo verið nú Selfossi. Ég komst ekki þangað sko en ég ætla að taka strætó úr Mjóddinni sem er á Brjállanum. Það var einn staðurinn og ég þurfti að borga ekkert pening til þess að komast í strætó en ég var bara með kort og þau tóku ég korti. Þannig ég hljóp inn í Mjódd, inn í Nettó, kaupti mér eitthvað svona nammipóka, bara fyrsta nammipóka sem ég sjá, svo ég geti fengið eitthvað afgangs til að gefa. Og ég var svo mikið að flýta mér með strætónum að ég glemdi bara nammipókunum þarna. Og bara ég var ekki að spá í þetta bara skiptingu máli. Og síðan þá svona þegar ég var bara alveg í átt að strætónum þá kom ég aftur og náði í þetta sko. Hvernig færðu skiptimynt með korti? Það er þetta byggjum það sérstaklega bara. Ég veit, þú getur að kaupa eitthvað. Þú getur bara, getur þú tekið 200 skall af kortinu mínu og bara gefa mér þá. Já, en ég var með seðla alveg. Ó, þú varst með seðla? Já. Þannig að Úlfur, hvað ert þú með einhver sög? Já. Úlfur er ekki hér. Hæ, þegjum ekki, ég var alltaf að leika Úlf. Við erum að gera smá grín hérna. Já. Við erum að grín, þú ert nú svona jólabarn og hvað morgun Já, 1. desember. ég er svaka Er ekki mikil svona eftirvænting? Núna hvað jólavættirnir eru komin úr Greik og svona. Já, er það? Ég sá, hann hurðaskjölli hérna. Hvar er hann? Hann er á Guðlaug Seldason og svona. Já, ok. Ég ból Þúsund Mattiasar við byggingunni Landsborgin ef við tölum íslensku Ekki, en eftir að tala hver sástu? Hurðaskölli? Hurðaskölli, já Það er upp á sjálfsvöldinu minn og minnst upp á húsinu minni. Það er skemmt starrend. Minni sko gluggagær. Þannig kemur 21. Já, hann kemur á ammælinu mínu. Það er fyrir þannig fyrir öll börn sem er hægt 12. til 24. desember sko. Já. Það er svona skrítið að vera eitthvað krakki sem er fætt á 17. desember og segja nei, hann er ekki upp á sjólasveitin minn. Nei, það er enn kertasníkir. Já, það er ekki að vera að gera skilur. Nei, náttúrulega ekki. En nóg jólin. Við munum gera heilan jólaþátt í desember þannig að við erum að spara all jólaumræfni en bara til þess að enda samræði þá er ég komin í svona smá jólaskap ekki mjög mikið en svona aðeins Já. Og svo þá fyrir ég að hugsa ég fer í jólaskap á öðru hverju ári Akkur verður bara ekki árið 2018 Nei, hann ákveður bara árið 2000 og 2017 2017 þá var ég mjög miklu jólaskapi 2018 þá var ég eiginlega engu jólaskapi 2019 var ég mjög miklu jólaskapi 2020 var ég eiginlega engu jólaskapi þannig þetta er svona 1 ár í jólaskapi hinu ekki Ég var í því og núna er ég komin þá í jólaskapsár Ég var í frekar litlu jólaskapi í fyrra sko. Maggi, verður næri mikrofónu í fyrra Ég var í aðeins minn Mattías Þú þarft ekki að útskýra fyrir mér Ég sé hvað þú meinar Hérna Ok, takk fyrir Já, ég var ekki það miklu jólaskapi í fyrra En í ár er ekki óvenjulega út af bara COVID og mér leiði ekki það vel það voru svo fáir í jólaskapi fyrra sko. Já, en í ár er ég bara í algjör jólaskapi út af því að mér leiði bara svo vel og allt er svo góðri leið og en til dæmis ég var í bíltúr í Laugardalnum í síðustu viku miðvikudaginn síðustu viku og það er bara ein gata þarna það er bara jólaskraut á hverju húsi og það eru svona litríka seríur það er eftir bara svo landin sem er spenntur fyrir jólunum sérstaklega sko, ef þú vilt að leita góðu jólaskrauti farið í Sæjakvarð, það er bara annarkvert hús með seríu sko það er þetta frekar vont Nei, í seríu, nú þegar í trjánum líka og svona, þetta er mjög fallegt Hver fyrir í túr til að skreitingar í nóvember Ég fór ekki í túr, ég fer í Breiðholt og ég sá þetta Já, ég veit en út af hverju myndi ég vilja fara í Nei, ég þýsti en talandi Breiðholtið þá byggum við einu sinni til laga Breiðholtið Já Við getum ekki spila það sinni Baka með fellin Já, við byggum þetta var í sjónvarpsþáttum sem heitir Skjárinn og þessi þættir urðu bara þetta lag var bara á metsölulista Spotify viku eftir viku Í meira en 50 löndum Í meira en 50 löndum og þetta var í fyrsta sætinu alveg þangað til í október í ár þá lenti í öðru sæti núna er þetta held í 5. sæti
Já. Þetta fræðslu bara í sögu mannkins. Já. Næst ég frækt og fastur í þessu venjulega stefið. Já, Það var nú það var hvað 9 ár í fyrsta þetta. Maggi, hvað er þetta? Ég að syngja Benny Hill. Ég byrjar að rugla saman. Benny Hill. Hill. Þetta ekki belja hins En eitt til að enda þessi jólaumræðu, hvað með að Dracula. Að við myndum koma saman ekkert í desember Dracula. Jólamyndamarathon. Ég er ekki að tala um eitthvað Home Alone og Kristus. Ég er ekki að tala um eitthvað þannig. Ég er að tala um sko svona Mummi Alone. En við gerum líka alveg jólunum. Nei, Akkur ekki. Hvaða myndum við horfa á? Já, maður Horfa á því Christmas Vacation, Home Alone 1, 2 og Sweet. Bara allan pakkan. Ekki Sweet. Ég er að djóka. Nei, Maggi, við erum ekki að gera það sko. Home Sweet Home Alone er ekki jafn slæm og sumir að segja fyrir mér. Hún Já, bara við tókum umræðu þetta þættir sem þú varst ekki. Já. Ég held að fólk þarf ekki að hlusta meira á þetta. Já. Ég ætla að taka hana mikrofón í sundur. Nei, Mattías, ekki núna. Ekki með leiðis. Ég gera það setna. En Maggi, þú ert að horfa á svona sættið ekki? Jú, The Office alveg í byrju. Skrifa þetta hljóð því ég er að brasa. Hvað ertu komið langt? Seríu 3. Já, hversu langt í seríu 3? Miðja rúmlega. Já, og hvað ertu að horfa mikið á þetta? Ég veit að Úlfur Marvinsson, Já, ég er að horfa á þetta sko mjög hægt. Hann horfði á svona 1 Ég er þátt í að viku. horfa á 1-5 þátt á dag, sko. 1-5 þátt á dag, það er 5 þætti á dag? Stundum, helgar. Stundum, já. Ég hef lent í því, en ekki oft. Yfirleitt svona 3. Já. Byrjálað. Já, sko, ég er svona svipað með þegar ég var á Friends. Ég gæti svona hort á margi einu. Já. En sko, nú er það Seinfeld og mér finnst einhvern veginn nóg bara að horfa á 1 á dag. Þetta eru mjög góð þættir. Já, það er fyrir grín. Þeir eru ekki meira svona fullfyllandi. Jú, Fullfyllandi. Fullfyllandi. Nei, það er fyrir grín. Það tekur lengri tíma að horfa. Maður bara horfa á 1 þátt á dag og maður langar að líka horfa hann bara fyrir daginn eftir. Það er svolítið þannig, sko. En já, Matti, ertu þú að horfa okkur á seríu? Nei. Æjæj. Ertu ekki að stöðva því? Að horfa þannig? Já, ég er búin með það. Ertu búin með að Þetta var ekki stöðvík jólaþættir. Síðustu 2 þættirnir voru jólaþættir. Ok. Já. Já, við kannski aftur á það nú í desember. Þetta er sem ekki mér. Já, en þarna, jú, það er einmitt, já, Það er ekki núna, þetta. við erum aftur komin í jólaumræðnar. En þarna, jú, við erum að byrja með nýja dagskráli þessum þetta ekki. Jú. Það var svona plani. Það er sögustund. Já. Sögustundin okkar. Sögustundin okkar. Þetta heitir núna sögustundin okkar. Hvernig virkar sögustund fyrir áhorfendur? Ég Ertu ekki búin að heyra þessu? Jú. Bara ég ekki að útskýra fyrir áhorfendur? Það kemur Ég ætla að búa til Ég ætla að búa til stefið fyrir sögustundin okkar. Sögustundin okkar. Það er núna flottir. En þarna, það er núna svolítið mikið svona COVID í gangi, það ekki? COVID er í og það er einmitt að setja menningabransin í hættin, svo þið veitir. Þá erum við að tala um að leikhúsin getur ekki sýnt, Örn Árnason getur ekki heldur afmælið sitt. Þetta er bara Við erum að tala um að enginn getur farið í bíó. Ekki aðeins það enda. Sko, fólk getur hort á sjónvarpið. Ekki aðeins það. Það er líka íslenskan bara alveg að hlið. Ég held að 5. bekkur hafi tekið yfir hérna í smásund. Það var svo líka íslenska tónlist. Já. Afsakið, mér langar bara að gera grín af 5. bekkingum. Já, það er allt til það. Já, en nú 5. bekkingar eru nefnilega fóknar. En jú, núna með sjónvarpsþættina, sko, vegna þess að heimabíóið, það er ekki vinsælt. Og mjög mikið af bíómyndum sem hættu kannski fyrst að sýna í febrúar 2020 hefur verið frestað og er ekki hægt að bara sýna út af þessu COVID. Þannig að jú, það þarf einhvern veginn og þá var alltaf afsökunar, við viljum sýna þetta fyrir fram fullan sala fólki í bíó. Og ef fólk er með COVID eða eitthvað, þá getur ekki sé myndina að þeir eru sótkvíð, það er svo leiðilegt. Og sko, af hverju er ekki bara að hafa bara svona streymi? Já. Það er þetta horfði í bíó og það er líka horfði í streymi. Það er ekkert sama tilfinning. Bíóparadís var með það, sko. Annars myndum maður bara fara. Ég er að tala um, sko, það er þetta að sjá þetta í bíó. Já. Og fyrir það sem eru sótkvíð, langum umgjörðsmyndin en maður vissi á henni, þá er svona eitthvað heimasíða sem er þetta að borga fyrir þetta jafnmikið komist í bíó og bara horfa myndina.
Það sem svolítið dýrt, veist, þú ert ekki að fá. Já, ok, ekki alveg mikið, en þarna gera og selda eitthvað heim eða eitthvað. Senda svona popp heim. Matti, ég hætti effekt í hljóðunum. Það er ekki svona kveikt. Ég hafa bara bípið svona. Sko, já, þarna, já, hafa svona send popp heim. Nei, það skrítið. Nei, maður kaupir bara popp. Já, en núna svo vont sko, það áttu held ég að koma út 3 myndir fyrir jól. Það var alltaf búin að fresta fyrir ná 9 ára. Hvaða myndir voru frestaðar, hann helst? Það var myndir Sumarljós og svo kemur nóttin. Það er áfengisleikur í henni. Ég skil af því vilja ekki og Skjálfti. Íslenska myndir sérstaklega, því þær eru íslenskar og fá yfirleitt ekki mikið í kassaverksmiðunni. En jú, núna myndir þú Birta og dýrið í bíó og Leynilöggan. Það er íslenska myndir sem núna í bíó. Ég held í smá stund að Birta og dýrið væri ein mynd. Það er Lára og Jónsi. Það er fucking Lára og Jónsi. Nei, það er bara Fríða og dýrið. En sko, ég svo dýrið í gær og þetta er furðulega íslenska mynd sem ég sé, sko. Já, það kemur ekki Það er ekki vottur að venjulega heiti myndin, sko. Ekki vottur. Hvað er þetta bóðast við það myndir? Hefur þið heilt söguna á, sko? Já, ég vil að heyrta, en bara þetta er aðeins meira steipin ég átti vona, sko. Það, svo ég veit ekki hverju ég er búast við, en það er rosalega mikið steipa. Já. Býta, er þetta eftir bók, dýrið? Nei. Veistu hvað það fjallar um? Nei, þetta fjallar sem sagt Þetta fjallar sem sagt lamp. Fjallar þetta lamp? Ekki róaður. Býta, þetta fjallar svona lamp, sko. En þetta er ekkert venjulegt lamp. Nei, þetta er bara hálf manneskja, hálf lamp. Þannig þetta er sko, þetta er svona barn með lampshaus eiginlega bara. Já, þú varst búin að segja mér þetta ekkert. Já. Þetta er algjör steipa. Þetta er samt mjög áhugavert, þetta er mjög listræn mynd þetta. Hefur þú séð hana? Nei. En ég veit hún kemur list. Nei, þú getur ekki dæmt það. Nei, þetta er alveg góð mynd, sko. Hún er að bíó dag líka. Já, þetta er samt alveg góð mynd, en ég mæla með að sjá hana. Hún er að detta úr bíó, en hún er mjög sérstök. Já, ég horfði á einn mynd, það var The French Dispatch, líka svona sem er listræn mynd. Já. Hún var skemmtileg, hún var dagblaðið sem heitir, bara kemur úr French Dispatch. Já. Og það var svona bara alls konar tímarit. Það er bara tímarit sem, þetta er svona ferðu tímarit, en það sagði frá alls konar sögum, og þetta fjallar bara fréttarítarana, ég ætla ekki að segja ómikið, en fréttarítarana skrifa síðasta blaðið. Og þegar eigandinn dó, sagði hann í erfðaskránni sinni að hann vildi láta bara dagblaða hætta. Já. Þannig að þetta fjallar og þetta er bara svona margar smásögur eiginlega. Já. Þetta er bara smásögur in the movie. Já, ég skil. Það er bara mínu segjum. Erum við að fara að gera smásólin í dag? Nei, hún er hægt. Sögustund er að fara að taka. Sögustundin okkar. Þetta er svona blanda af svona svolítið rökræðum, samt ekki smásólinu. Þetta er svona eitthvað alveg nýtt, skilur. Og þetta er svona, og við hefum alltaf verið með eitthvað svona símadótið, fólk að tala saman í síma. Það er ekki þannig, sko. Nei, ekkert svona auðvitað. Nú kemur fólki bara í sættis. Já, það kemur bara í sættis. Þetta er bara eins og svona segðu mér rásett. Svona, já, ég eitthvað. Já, ég er spenntur fyrir því. Ég var eitthvað að ljúga ekkur á hann, ég veist ekki hvernig þetta virkar. Og þú myndir að ljúga því. Æ, ég vildi ekki hljóma svo fóbjóni. Nei, ok. Við erum ekki svona sagt þér svo frá þessu. Það er eiginlega hljóma svo meiri fób. Það er bara svo stalkar að þú veist. Ég held að ég sagði það frá þessu morgun, ég held það. Nei. En já, hvað er ég að útskýra? Já, þú getur alveg útskýra. Okay, þannig að það er einn kynir. Það er bara þáttstjórnani. Það er eitthvað venjulegur, ekki svona mikið og hann segir ekki mikið, hann bara svona spyrir spurningar nokkar. Og svo er þetta sem að segja sögu. Ég hef ekki bara taka því dæmi Arnbjörn. Þú mátt bara vera þáttstjórnani. Hvað, ég hef ekki bara farið inn á liðið það? Nei. Jú, það er 18 mínútur. Við höfum lítið tíma í kompunni dag, sko. Já, ok. Spilum hann núna og spilum hann sér. Nei, þetta í lókin. Já, sjáum til. En þarna, hvað? Við ætlum bara að hafa þetta núna. Hver á að vera hver? Ég skal bara vera, við ætlum bara að hafa þetta eins og þegar við gerðum þetta fyrst. Já, ok, þannig ég er það þáttastjórnin. Já. Ok, og þú ert hinn. Ok, byrjum. Stuðið okkar. Komið sæl og velkomin í sögustund hérna í útvarp Karlakonum, nýrri útvarpsstöð sem var að fara í loftið í morgun, en við ætlum að flytja hérna alls konar fræðslu og skemmtiefni fyrir alla aldurshópa og þetta er nýr þáttur sem heitir sögustund, en þar tökum við tala við áhugavert fólk og spjöllum við þeim.
Gestur í þessum fyrsta þetta sögustund Hafsteinn Ingimundarson. Vertu velkomin, Hafsteinn. Halló. Sæll, Hafsteinn, hvað segir þú gott í dag? Ég sé á fund. Hvað starfar þú við, Hafsteinn? Hvað starfar þú við, Hafsteinn? Hvað ég lækka? Já, þú þarft ekki að anda svona í mikrofónu, það er ekki mjög þægilegt, held ég að hlusta á. Já, hæ. En já, sæll, Hafsteinn, en hvað starfar þú við? Ég vinn í bakari. Já, þú ert svona bakari. Hvaða bakari? Hjá hvaða bakari vinnur hjá? Ég hjá bakarmeistarunum. Já, og hvað ertu að baka? Hvað ertu að gera? Ég einmitt að selja svona, en ég komin að segja frá einu sögur. Já, þetta einmitt saga. Segðu okkur, ég held að mikið að hlustendum þyrstir í góða sögu fyrir svefni, þannig að... Já, ég var að selja eitthvað svona skúffuköku. Já. Hafði hljótt. Ekki. Já, þetta tæknumærun, askið. Já, ég fucking hata hann. Það heyrst líka ekki þegar maður bara segir og við hættum tröfla. Þú ert ekki... Nei, maður ekki segja neitt, ok? Já, ok, heldur bara... Já, ég var að segja svona skúffuköku og... Skúffuköku, já, þær eru svo góðar, sko. Þegar ég bara fekk svona hugmynd að svona ótrúlega góðri svona köku. Já, góður köku. Þetta var svona kaka. Maður mætti bara fá sér einn bita. Já. Og þetta var svona pröfukaka svona. Já, pröfukaka. Og ég var að búa til þannig, ég mátti reyndar ekki baka. Nei. Ég var að búa til þannig eitthvað svona... Þetta hvernig hljómar deg. Og ég bara... Svona, ég heyr ekki dýr, en lem bara að hækka. Þannig að ég... Hefur ekki komið áður í útvarpið? Já, ég sko bara komið í sjónvarpið. Þeim fannst ekki gott að ég var að gera svona með mikrofónu hjá þeim. En ég var búin að... Þú þarft ekki að vera ónálægt. Þú mátt alveg vera aðeins sem á lengri burtu. Nei, ok, alltaf. Þú þarft heldur ekki að sleikja mikrofónin og heldur ekki að... Þetta fór í mig. Það skilja þetta. En já, ég var búin svona og svo var eitthvað fólk sem kom og fekk sér. Og... Það fekk sér og það var eitthvað svona hvað þetta er gott, yummy nammy nam. Ég fucking elsku það. Og það var eitthvað svona og ég var svona já, gott, þú getur kannski keypt alveg skúffukökuna. Og þeir voru eitthvað svona já, ég bara fá einn bit viðbútt og þau fengur sér annað bita og mér fannst þetta bara óhrættilegt. Þannig ég kýliði. Já, hvað má það? Nei, greinlega ekki. Nei. Þessi bara trúið ekki hana. Og fóstur minn eitthvað svona þú mátt ekki kýla og svo ég að þá ég bara svona hvernig á ég passa fólk tekur ekki tvo. Þá fæ ég alveg æðislega hugmynd. Og það er þetta smá lottu, þetta er ekki þetta. Ekki nógu mikið til að vera bannvænt, en ef maður fær tvo, þá er þetta hans bannvænt. Já, þannig að, hvað, léstu það starffólk? Nei, byrju. Nei, viðskiptavinn. Já, 4. Já, hvað varstu kærður? Nei, þetta gerðist nefnilega allt. Eftir. Það tók smá tíma, viku. Hvenær gerðist þetta? Þetta gerðist fyrir 2 vikum, ég er búin að vera með þetta nú síðan. Kannast ég ekki við þig eitthvað? Jú. Hvað býrðu ekki hérna rétt á kringlunni? Jú, passar. Jú, ég sá þig í bakaríinu, fáðu þig 2 fyrir viku í Austurveri. Já. Fáðu 2 bita, já. Já. Bara, bless. Já, en þarna, hvað, ekki að fara, af hverju vildur þú deila þessari sögu? Nei, bara, mér finnst þetta svindið, en svo bara kemur ljós, þú ert bara eitt af þessu, bara borðar 2 bita og mögur bara fyrir þetta í dag. Já, heyrðu, þarna ég sko... Já, reyndar að vera á vaktinu minna núna, ég ætla að fara aftur. Nei, þarna lögreglan er að koma. Nei, smá stund, ég ætla fyrst að klára vaktina mína.
Já, takk fyrir þennan þátt. Við förum nú næst í fréttatíma. Enginn vil segja þér. Við förum næst í fréttatíma. Sæla sinni. Það er ekki gaman að vera lamin að matta. Það er ekki gaman. Nú, Bjössi. Slá. Þú ert Já, Slá. ekki þetta. Slá. ekki alltaf að Jæja, ekki alltaf að bæta við. en þetta er ennþá karlakúin. Kemur óvart, þetta er ekki lengur sjöfn, þetta er ekki þú, Maggi. Er karlakúin hér? Svarið. Eða er hann þar? Svarið er allsstaðar. Nei, Maggi, nei, hann er hérna. Já, en þetta er Hann er hérna. Þetta er karlakúin. Það kom nýja ríkisstjórn í vikunni. Hvað finnst ykkur hana? Algjör skítamix. Þessi ráðuneyti maður, sko. Já, þetta er svolítið mikið uppstokkun, sko. Það er ég hef ekkert á móti því bara. Já, en þú sagði algjör skítaráðuneyti. Nei, ég sagði algjör skítamix. Algjör skítamix. Á En ráðherrana, uppstokkurinn ekki. Já, ráðherrinn. Þeir er algjör. Ráðherrar er ekki að ræsta, sko. Er með hvorugt á sínum stoppmálum, skilur. Þeir hafa bara hvorugt af þeim. Heilbrigðismál og umhverfismál. Þeir hafa hvorugt af þeim ráðuneytum. Ha, hvað sagður þú? Vinstri grænir hafa hvorugt af þeim tveim ráðuneytum. Á hverjum ráðuneytum? Umhverfis- og heilbrigðisráðuneytinu. Þau var hvorugt sem að er ekki við þeirra hæfi. Það er að skipta reglulega, sko, því miður. Ég held að það ætla að fá. Og hvað finnst ykkur Willum, segja Villum eins og Úlfur Mér finnst hann fín, sko. Mér finnst hann fín. Bara ágætur. Já, hann fýtt, sko. Gerði í grína en bara daldi oft Úlfur, sko. Og afsakið Úlfur, ég veit Mér okkur finnst þetta- fram með að njóstnum okkar. Veistu það, ég held að hann sé aldrei að fá líst út á podcast, sko, þannig að við erum alveg tala hann, sko. En þarna, sko, ég held, sko, að mér finnst það með þetta ekki vera að fyndi Villum. Ég sló einu svona að þú aldrei aftur og hann er alltaf okkar Villum. Við erum ekki lögtin í. Nei, við erum bara að segja Við erum að koma með faglega gagnrýni. Við megum gagnrýna, við erum að gagnrýna í ríkisstjórnum ekki, Við erum að gagnrýna vin okkar, við skulum ekki vera því. Æ, þegið Það er bara- Nei. Ég hætti þess ekki þá ætla ég að íta á rauðatakkan. Þá munum við ekki bjóða þér í hlaðvarpið. Þú fattar það? Þú getur verið Ég er bara að vernda Úlf. Það er ekki, en Maggi, við erum að grínast líka með Pírata. Við gerum grín af öllum. Ég kalla hann helvít sósíalista. Ég gerir ótrúlega mikið að grína sjálfum mér fyrir að styðja Loga Einars. Ég gerir grín af öllum. Já, það er þannig. En þarna, sko, Og þetta er aldrei persónlegt. Sko, það var eitthvað tökudagur daginn að sem að Úlfur var eitthvað ég er með lausa tann og veikum eftir eitthvað ég er með lausa tann. Ég man ekki eftir því. Já, þú varst ekki að þann tökudag. Þetta var þarna, ég man ekki hvað því, þetta var þarna gúrkutíð þátturinn þarna. Það þannig við vorum að segja hérna, hvað er Matti? Ríkisstjórnin á honum. Þetta var hann þáttur. Mér finnst það satt mjög góðskjart ríkisstjórnin á honum. En þarna, jú, og þetta var nefnilega svona, og þá fór ég að hugsa, sko, hversu oft missið þið svona tennur, sko? Ekki oft, sko. Ég farin að Fyrstu missa sinnum á meira ári. núna, sko, Fyrstu bara ári. því ég misti mjög lítið þegar ég var. Ég sko núna alltaf, nú er ég byrjað að missa nokkrar, en þetta er bara mjög sjaldan og það, ég held að sé einn sem er doldurlaus núna. Já. Ég veit ekki alveg. En sko, þetta segja mér, ég hef ekki fengið nýja tönn síðan, ég hef ekki mist tönn síðan 2018 og ég er held ég komið með allar fullorðinstæðar, sko. Ég byrjaði, sko, ég og ég var að segja Úlf þetta, sko, og hann sagði hvað er þetta með fullt af barnatennum, en nei, þú byrjaði held ég að missa tennur svona 3 ára eða eitthvað. Jesus, það er mjög snart. 3 ára? Já, 3 ára, eitthvað þannig, og... 4 ára. Já, kannski 4 ára, ég veit ekki, 3-4 ára og þetta var alveg, ég held 3 eða 4 ára, sko, ekki 5, sko og Armundur, þú kunnir ekki eins og það ganga þegar þú ert 4 ára. Já, bara fóreldrar mér hafa sagt mér þetta oft, sko. Nei, ég manns ekki að hann lærði að ganga í 5. bekk. Já, auðvitað ekki. En ég held að það vera Úlfi, ég er auðvitað Úlfi, sko. Nei, hann lærði í 7. bekk. Já. En já, þannig að hann lærði líka að tala í síðasta mánuði. Já. Sko, ég er bara búin að vera að leika Úlf, sko, í karlakofanum. Háka til bara daginn. Já, sjáðu, sýndunum. Sko, ég var líka að hlusta kærleika þáttan aftur. Já, umgið þú. Það var margt þannig. Ég hlustaði hann ekki á náttúrulega, ég fór bara hans í gegnum, sko. En
Það var Úlfur Fyrsta ára með öðru eyranu. Það var Úlfur með barna röddina sína. Já, það var svo skrítið. Hann talaði svona, já, hæ. Ég ætla bara að leiða ykkur að hlusta á svona pinglítið hljóð. Já. Þetta samband. Þannig ok, ég ætla að byrja að sína ykkur Úlfur er bara hilarious. Ég ætla að byrja að sína ykkur hvernig hann Fyrst ætla ég að syngja smá lag og meðan Arnmundur finnur þetta til. Hvað lag er það? Núna er held ég allir hættir að hlusta. Ég ætla að byrja að spila hvernig Úlfur er svona bara, hvernig Úlfur er í dag. Stúnd okkur. Ég ætti betri kannski annan þakna undan. Það var svo vond sem hljóðgæði. Afskið það líka, bara upptökan á þessu bara, já, þetta er nú þetta beinu streymi útgáðuna, sko. Ætlar að fara í stjórnmál. Ég reyna bara að finna eitthvað, veitu. Af hverju erum við ekki? Þetta er Karlakofinn. Ég var eitthvað sem hann er að byrja út af það. Já, hérna. Þetta er hvernig hann er núna. Þetta er hvernig hann er núna. Og núna ætlum ég að spila hvernig það væri fyrsta þættinum, sko. Hann er barn þar. Hann er barnarödd. Núna er hann eitthvað, ég hætti þessu strókur. Ég er myndir. Og leikja mig inn. Hann er núna þannig eitthvað liggjandi, grátandi. Vákvæður, háið flúið, eitthvað. Ágúst, Já. Heyrðu þetta? Já, reyndar. Nei, spila þetta aftur. Veit ég skal finna eitthvað sem er að finna. Ég veit. En ég hef aldrei heyrt þetta þessa sögu. Hann var alveg eins. Hvað segir þið? Við erum náttúrulega að fegja sögu sem ekki sagt á þér. Hvað segir þið? Ég segi að þetta... Nei, það var hvernig þáttu 3 eða eitthvað. Þá var hann með ógeðslega mikla barnarödd, sko. Já, ég trúi því, sko. Það verður bara að hafa Jackson seríu 1 en þetta ekki gera það, en því ef þið gera það og ef þið... Ég verð að spila með strókar, en bara fyrir þá sem veit ekki hvað How Jackson er. Nei, takk. Þá bara verð ég að spila okay, hvernig röddinans Úlfs var. Ég syngdi þarna dimma limma eitthvað. Ég bursta með tenna. Þetta var 2018, það er 3 ára. Það er aldrei giska að hljómaði svona einu sinni. Ok, smá það. Við vorum svona svolítið þessu tímabil að pusha Úlfur. Dradi, mér setur þetta ekki hjálpa fyrir minn besti drullur. Það er bara að vakna að Í álfjöllum var með jafnvel hægri rödd, sko. Ég finnir hann byrjaði með hljóðri. Hann hljómar svo litli ómark. Sko, í álfjöllum sem er mynd sem er Úlfur er ekki að fara að senda okkur. Nei, því miður með þykir og leitt. Hvað sendu hana, sendu henni að senda nei, okkur sko, vegna það er nefnilega að ég er á Instagram-aðgönginum hjá það er nefnilega eitt vídeo að Úlfa syngja lagur ávaxtakörunni og maður lukkar svolítið mikið að spila þarna færið já færið ok, við slum endur nefna þáttinn. Strákan er að gera neteinelti við Úlf þegar hann er ekki í þættinu. Hvernig er þetta neteinelti? Þetta er á netinu. Ég er bara svona að grínast þetta var ekki með fyndið við erum bara Farum við nostalgískar minningar? Nei, kirtlatöku dressið. Hvað er kirtlatöku dressið? Það búið ekki að vera myndbönd. Nei, þetta kemur ekki þar. Þetta kemur ekki þar. Ég veit það ekki. Það fer ekki allt í myndbönd. Við viljum við fucking hötum þig svo drulla þér burt. Íslenska. Ég var að leika einhvern, það telst ekki með. Það var regla. Þannig að Brútalegin. Ég var ekki að gera þetta nefnir ástæðum, ég langaði að brýta og taka. Ég held að ég sé að finna það. Þú þurfti ekki að kveikja hljóðinu. Hvað? Þú þurfti ekki að kveikja hljóðinu. Er ég að finna það? Svarið er kannski það er fullt af Þú þurfti ekki að hérna, ég er búin að finna það. Nei, ok, við erum allir 1, 2 og Við viljum ekki hafa þér svo Við líðum aldrei til að gera þetta. Spilum við þetta aftur. Það er best
Það best. Við viljum ekki segja á hvað aðgang þetta ég held að það sé dálítið langt gengið. Já, þetta nefnilega á aðgangnum við Stinda Junior. Æja, Stinda þetta var storyinn að Stinda sko, hann setur þetta alltaf. Jú, við þetta er ekki uppstæðmæki, þú þarf ekki að klappa. Þetta var svolítið vandræðilegt, það er ekki svona. Þetta er alltaf vandræðilegt, afsækja Úlfur, ég veit þú ert ekki að hlusta Nei, en hann hlusti eitthvað karlíku sko. En sko, það er nefnilega svona samfélagsmiðlar sko, og svona streymisveitur sko. Streymisveita. Já, heyrðu. Takk fyrir þetta. Eru þið búin að sjá þessa auglýsingu fyrir þetta nýja uppkast, Dóti? Mér finnst þetta svona heimsklegt nafn. Þetta er matarstreymisveita og Nei, ekki bara mat. Það er mjög mikið að mat allavega á þessu. Reyndar. Og þetta heitir bara gupp. Uppkasta bara gupp. Sko, en þessi streymisveita. Já, kasta upp. Sko, þessi streymisveita virkast þannig að hver sem getur sett inn efni. Þannig að við getum alveg sett inn skjáin. Þetta er bara Ísflöks 2, er það ekki? Já, hvað? Þannig ég Ég ekki bara Ísflöks. Við getum ekki sett inn fáu. Nei, þetta er ekki samfélgis. Þetta er annað sko. Þannig ég er svolítið bara að spája hvort við ættum að setja inn fáu eða eitthvað en við ætlum kannski að taka fund um það. Ekki í þessum þætti sko. En kannski koma endilega með hugmyndir. Ég held að kannski karlakofinn ættum við ekki að setja inn fyrst að það er kannski ekki beint svona streymisveitu eitthvað. Jú, það er nefnilega sko það er nefnilega svona maður á að setja inn hlaðvörp þarna inn. Það sagt það. Þetta er fyrir sjónvarpsþættir, kvikmyndir, hlaðvörp, lög, sögubækur. Þetta er fyrir alls konar sko. Já, spennandi. Sko í seríu 2 karlakofunum sem er eiginlega seríu 2. Það er allavega að gera þáttum betri. Minna kaos. Ég held að líka við ættum kannski að breyta lýsingun á þáttunum í að við lofum þetta er ekki karlampur hlaðvarp. Langar því það heimsóttu þá getur við farið í karlaklúbbin. Já, en sko líka ég held að þurfum bara að auglýsa þetta betur. Nei, ekki fara þau í karlaklúbbin. Snáfaðu burt. Ef við viljum fá okkur fleiri til lista þá eru bara að auglýsa hann þátt betur sko. Ég held að það sé eina. Kannski ættum við að hafa meiri slagorð. Við erum eiginlega með eins og drasl bara hlaðvarp. Já, við erum með það sko. En ef við ekki hafa frekar podcast. Aldrei hýrt ekki nota það. Það rýmar einhvern veginn eins og drasl bara podcast einhvern veginn. Já. Passar. Ég veit að sletta en þetta er bara aldrei slagorð eins og drasl hlaðvarp podcast. Þetta er bara við getum byrjað allar þættina serið 2000 eins og svona karlakvinn eins og drasl bara podcast. Nú eru allir farnir svona fór núna er sko núna væri þetta reyndar í annarskiptu sko ég ætla aðeins að segja ykkur það er svona en við ætlum alltaf að nota nýja útgáfastöðinu en ég ætla að segja ykkur það er náttúrulega svona breytingar á karlakonum því að flestir af gömlu hlustendunum eru hættir að hlusta og það eru komnir alveg nýr og þú veist það er náttúrulega auðvitað ég heyrt mjög marga sem hlustuðu þau þessu að ég er eiginlega bara hættur að hlusta sko en samt er langt að fólk að hlusta þannig að jú hérna stats það hversu uppskipting það hefur einn hlustað á síðasta þátt sem kom út fyrir 9 dögum það var 6 þátt 90 til hamingju þú sem hlustar eitt sem ég ætla að segja núna í 2 þætti en það kom út fyrstu aukaþáttan á karlakonu sem heitir Úlfur þegar hann fattar að hvað heitir hann? Úlfur þegar hann fattar að Crash Bandicoot var að lifna við á ég að spila 8 sekúndur og spila hann bara þetta er rosalegt þannig að alveg mér langar að gera aukaþátt einhvern tíma þáttur hann að karla konu sko Þetta er besti hugmyndaði næsta sko Já, hvað er það? Við erum fara að koma fleiri En þetta er samt grín Við verðum ekki svona Það verður alveg snakka Ég er með hugmynd Þetta er svona pínu svona skringileg þáttur Hann er í því svona hálftími Já, hálftími, það er fínt Nema í staðin fyrir að við erum bæði að spjalla Og við erum að spila Monopoly á sama tíma Ég hef búin að segja ykkur frá hugmyndinni Það er bara svona algjört rugl Og við myndum hafa kannski livestream líka sko Til að sína borðið Þá er ég kannski ef við myndum gera eitthvað þannig
Það var mögulega til ég að hafa bara aukaþáttinn því ekki kompinu. Já. Því og þá myndum við hafa því kollið eitthvað yfir. Þannig að því beina útsendingi myndi vera niður á borðið. Ég er einmitt að fara að fá mig svona, ég er nefnilega í smíði í skólum. Ég er að smíða svona símastand, það er svona verkefni. Hvað maður ekki skal lítur út þessu svona, náttúrulega halda að striga? Ekki beint sko, en allavega þá getur bara geimt síman hérna og verður smá svona. Þannig að í staðan fyrir, þannig við getum bara halda hann svona skilur og það er ekkert meira vandamál með það. Þá getum við byrjað eitthvað beinar utsendingar með ekkert, en já, ég var í beinu utsendinga áðan á menni að bíða eftir eitthvað. Já, ég heyrði það, ég horfði að koma, pabbi minn sýndi mér. Hvað var hann eitthvað? Beina. Æ, Maggi, ertu glemt? Heitti þá, þú ætti ekki að vera að hanga heima í stæðan fyrir að heita þá. Já, ég var mjög mikið að segja já, Magnús er ekki komin. Þú veist bara allir að Magnús er ekki komin, Magnús er enda ekki komin, Magnús er ekki komin, þú ert ekki komin. Þannig að ég horfði á meðan ég var í strætó. Já, það er blóðið. Flottur strætó. Þess vegna fór ég ekki með þér í beinu útsendingun út, ég var í strætó. Ég var ekki að vera eitthvað svona, halló! Því þetta er eins og, ég er ekki inn á spíkur í strætó. Já, hvað segirðu? Já, ég segir allt fín. Já, hvað segirðu ekki bara allt fín? Jú, ég segir bara allt fín. Já, en hvað, er ekki allt fínt hjá þér? Jú, bara allt fín. Ég er ekki sann í strætó, sko. En þarna, við vorum að tala streymisveitur og þarna, Disney Plus er að fara að búa þetta fylgta originality stöffi, sko. Ég ætla að gera nýja Ice Age mynd, þau ætla að endur gera... Nei, þetta þættir. Það er bara að breyta, þetta verður mynd, sko. Það var að vera að breyta því. Svo líka þetta dagbók Kitta Klaufa eitthvað. Nei, þetta er bara alveg nýtt sko. Svo líka þetta dagbók Kitta. Já, þetta endur gera allar dagbók Kitta Klaufa yfir í teiknumyndir. Já, en þessi fyrsta myndin kemur á föstudaginn. Vil ég vita skemmtilega staðnind? Hvað? Nei, takk. Þessi mynd er ekki fullri lengt. Þetta er bara 50 mínútur. Ertu að horfa hana vælskípa 90? Já, ekki dæma. Ég horfa bara stundum. Veistu það að ég er búin að gruna í mjög langan tíma. Það er barningur. Að þú ert að horfa vegna þess að ég getur segja stæður sem er frétti af ykkur og þá sé ég á YouTube hann er að tala með það alveg það sama sko og þá ég horfi stundum á hann ég horfi stundum á hann að það er eitthvað frétta með hans að vera svolítið hallarslega sko hann er alltaf meira tóna það er að koma hann í bjómund hann er svona eins og Björgvin Frans ef hann myndi eigna son með Sigga Gunnars eða eitthvað svona þetta er Björgvin Frans ef hann væri þetta er Björgvin Frans eftir hann fór sko í endurhæfingu eftir hann fór í þeir eru svona bara endurgera allar bækurnar næsta næsta ári fyrsta já þið þurftu að gera það hraðar eða ætla að ná þeim öllum Maggi þú har nú að vælskípem þannig að þú veist að hann var að tala um að það er að koma nýjir þætti með Cars já ég vissi að því ég sá það reyndar á Pixar showcase-inu á Disney Plus Day sem einhverja hluta vegna er hlutur ég er ekki mikið fyrir Disney Plus Day til að ef við ekki að slúta umræðinu um Disney Plus jú gerum það þetta er bara leiðilegt ok Disney Plus umræðan farin við drápum hana en sko síðan eru svona streymisveitur þurfa að koma til Íslands bara að lesa hérna síðan eru svona streymisveitur sko sem þurfa að koma til Íslands sem er ekki ennþá komnar Númer 1 HBO Max Heyrðu, Alfreður, hvað er það? Ég er Lilja Alfreðsdóttir og ég ætla bara Ég er Lilja Alfreðsdóttir, ekki svo þetta lélega copycat Sko, Maggi, þú varst svo reiður út í Lilju í vikunum Þú öskræðir allt borgarborgarsafni Heyrðu, Anna, sko Á ég kannski að upplýsa fólk sem veit ekki alveg hvað er í gangi þarna með HBO Ísland Það er bara deilur í gangi Ok, við skulum segja það Ég skal segja þetta bara í 15 sekundur Þannig að það er í gangi að HBO vil gera samning við Ísland að gera rosalega mikið nýjum seríum á Íslandi Lilja Alfreðsdóttir vill það ekki vegna þess að þeir eru ekki íslensku vegna þess að þeir eru að vera íslensku en þetta er í alveg ensku og þá getur verið að HBO menn ekki komið til Ísland og þar er landi HBO Max ekki og að ekkert HBO efni verður aðgengilegt á Íslandi fuck you Lilja Alfreðs viltu aðeins frá þér já, ok ég færð inn í þetta hús þú vilt bara ein kona minn ég færð inn í þetta hús bara svo þú getur hort á Adventure ég vil gefa degi en bara svona þetta er svo alger vitleysa en sko þetta er svolítið bara svona eins og þú myndir segja má ég horfa á Adventure Time mamma og pappi og mamma segir svona nei ekki núna fokkaði mamma þetta er svolítið svona sami fílingur
Nei, en svona Það er kannski út af því þekkist ekki, þetta er ekki beint það sama. Nei. En jú, það gæti alveg verið að mann gerir þetta er ekki stöðvi, sko. Já. En þarna, þetta er gleðilur. En jú, síðan eru svona tröðan sem þau eru komið dansast. Það er HBO Max, Peacock, Paramount Plus. Paramount Plus, hver vil fá það? Hver myndi maður fá það? Vissu hvað, Paramount Plus er gott. Hvað hafið Það eru allar það er bara svo mikið góða bíómyndum, sko. Það er Naked Gun, Top Secret, Naked Gun er á Netflix? Já, hún er að fara detta út og það er ekki náma 2 og 3, sko. Þetta er ljótt hús. Það eru allar Paramount bíómyndirnar verða þarna. Þau eru að kaupa réttin á South Park. Þau ætla að gera 14 South Park bíómyndir. Nei. Þeir ætla, sko... Fyrsta er komin, sko. Já, ég veit það. Og það eru, sko, til 3. Sko, það eru til 3 svona vinsælustu barnaþættirnir í dag. Eru Hvolpasveitin. Já. Kúlukúparnir. Og South Park. Uppáhaldsþættir innan Júls. Og Ómi. Þessi 3 þættir. Þeir eru ekki vinsælastir, bara Íslandi. Jú, segjum það. Segjum vinsælastir. Já, þetta er lang vinsælustu Maggi, stöfið. Þetta er 3. Maggi, það eru mjög margir að horfa til í dag. Þetta eru 3 vinsælustu sjónvarpsþættirnir sem eru í gangi í dag. Og Paramount Plus er eina streymisveitan sem hefur rétt á þessu. Og Viaplay. Já, Þetta þetta ánæglar. Nei, það er líka bara þeir eru að fara að missa þetta. Þeir eru að fara að missa þetta allt. Og Viaplay er að fara að slíta samningi sinna Fox. Allt Fox-efnið. Þeir eru að tala um Family Guy, American Dad, How I Met Your Mother. Allt Fox-efnið er að fara... Það er líka á Viaplay. Já, Það er að fara svona. sko allt Fox-efnið er að detta út á Viaplay. Þannig að Viaplay var bara með svona original-efni. Þannig það er Apple TV Plus að koma til Íslands. Ég er búin að Það spá. er ekki Ted Lasso maður. Alls ekki ég sé að snúa út. Vinsælustu sitcom þetta í dag. En já, Ég er búin að spá eitt. já. En hver er tilgangur lífsins eins og ég gerir mér að sitja í skóla 5 klukkutíma á dag Já, sko. og það En Matti, við skulum ekki tala um heimskipbygging fyrir framan En á. þarna, sko, Já, ég ætla að segja, sko, ef fólk spyrir hver er tilgangur lífsins, að mínu leyti, mér finnst bara tilgangur lífsins vera að finna tilgangur lífsins, sko. Mér finnst það vera að hafa gaman. Það er 42. Bara eitthvað svona basic. Það er 42. Já, ég tek það líka sem rétt svar. Þetta er spurningi sem allir var að pæla, ætli ekki tilgangur með þessu öllu saman. Sér bara að finna hann tilgang. Já, Hver annar getur tilgangur með þessu? Amundu, hver er þá tilgangur þeir búin að finna tilgangin? Þá er ekki tilgang, þá er bara jörðum bara eðliks. Þeir eru búin að finna tilgangin. Já, þá er bara tilgangur. Sko, þegar þið finnum tilgang Þá er engin tilgangur. Einmitt. Það er engin annar tilgang. Það er ekki, Amundu. Þú er breytast í Jésu Krist og tekur yfir allan heiminn. Smástund, ekkert guðlast, ekki fyrir en klukkan Maggi, það er 48 mínútur, þá getum við byrjað á guðlastunni, ekki 47 mínútur og 13 sekundur. Þú veist þetta, afsakið, en ef að tilgangur lífsins er að finna tilgang lífsins, þá erum við búin að finna tilgang lífsins út af það er að finna tilgang lífsins, sem þýðir að þessi engin tilgangur í lífinu, sem þýðir þú mættir alveg eins að byrja bara að drepa sjálfan þig og drepa hver sem þú vilt, og það er engin tilgangur í lífsins. Ertu byrjað að fatta hversu illa þetta hljómar? Það er engin tilgangur þá. Þú veist, tilgangur því bara að segja ykkur ástæð fyrir sem öll að lifa. Þá er ég bara að tala um að ástæðan sé að finna ástæðuna. Og þegar maður er búin að finna ástæðuna, En við höfum þá er engin önnur ástæða. Við höfum tilgang í millitíðinni að bjarga jörðinni. Að hanga til við finnum alvöru tilgang lífsins. Maggi, þú mátt byrja á guðlastunni. Guð er umulegur. Ég hata Guð, la la la. Nei, ég er bara að djúka. Nei, þetta er ekki 48 mínútur. Sko, ég fann tekið eftir mig eitthvað bóða. Sko, það hefur verið sýnt að fólk sko trúir á Guð en tekur ekki eftir því. Það er sagt að allir sem segja Guð minn góður trúi á hann raunverulega en maður vil ekki viðurkenna. Já, mér er ekki sammála þessu. Hvað er það? Ég veit það ekki, en þið notið þetta báðir. Ég nota Guð minn góður út af því það er ekki mikið annars á íslensku sem síst, já ég get almáttugur en það er líka kristn. Þetta er allt kristnilegt síst. Já. Maður búið Jésu. Hvað á ég að segja? Manneskinn mín góður. Ég veit það ekki, sko. Barnið mitt gott. Svo er það ekki. Byrju, hvað? Jú, byrju, er þetta ekki búið 12:30? Jú, þetta er að vera búið. Já. Ég held við bara að fara að enda þáttin hér. Við ennir áttin á stórskemmtilegu lagi. Ég minna á við erum á öllum helstu streymisveitum en hvað, ég vil ekki bara enda svo á stefinu fyrir fastir liðir eins venjulega? Nei, við skulum enda á Mr. Santa. Já, það er að koma jól. Nei, það er í nóvember. Ég segi þið, Mattías.
Thank you.